dag erum við að reynslu aka BIT Han. BIT skammstöfun fyrir Build Your Dreams og Han kínverska nafnið á dreka. Þetta sem sagt kínverskur lúxusdreki. Þessi bíll sedanbíll. Fyrir mitt leyti að þá ég alveg óbóðslega glaður að ég sé að keyra glænýjan sedan rafmagnsbíl. Ég kom með pínu nóg af þessum svona hálf upphækkuðu SUV jepplingum sem eru svona hvorki nýjabílar. Þetta hvorki jeppi né sedan. Núna bíllinn 100% hlaðinn og sýnir hann að ég hafi drægni upp á okkur 521 km. Það finnst mér mjög impressive í ljósi þess að ég keyrði 120 km í gær bara í sportmód. Þegar að Kínverjar framleiða svona fancy sedanbíl þá framleiðir hann með það í huga að sá sem að kaupir bílinn, hann mun sennilega vilja eyða hvað mestum tíma hérna aftur í. Hann mun ekki endilega vilja þurfa að keyra bílinn. Þess vegna mjög mikilvægt að hafa eins mikinn lúxus hérna aftur í og hægt Til dæmis að þá hægt að stilla sætið hérna aftur í eins og hægt að gera með framsætin. Það hægt að færa bakið upp og niður og mjög skemmtilegt að takkinn fyrir þetta, það lítur út eins og sæti. Svo hægt að taka miðjusessuna hérna niður og þá maður ekki bara komin með púða fyrir olnbogann á sér, heldur fær maður fínan snertiskjá hérna líka. Einnig getur stjórnað útvarpinu og tónlistinni, þú getur stjórnað ljósunum og þegar þú stjórnar ljósunum hérna aftur í þá breytirðu alls staðar í bílnum. Út af því aftur, þú átt bílinn, þess vegna ræðir þú hvernig allt ljósið inn í þessum bíl. Svo líka hægt að hita sætin hérna aftan og kæla þau út af því að aftur það verður að fara vel þig ef þú ætlar að setja hérna aftur í. Svo getur þú líka stjórnað topplúgunni eða sóllúgunni og það gerur í prósentum. Til dæmis ég búinn að opna sóllúgunni núna 29%. Ég vil ekki opna en 30% eða 28% því að það væri bara galið. Að sitja hérna aftur í svo mikill lúxus að ég myndi halda því fram að þetta væri fullkominn bíl fyrir mögulegan verðandi forseta jafnvel. Gaman að eiga svona samtal í bíl því að það ný tegunda samtal að ég horfi á nakkan á þér og aðeins út gluggan ég samt alveg að reyna að hjálpa þér að keyra vel líka og alveg á stjórntækjanum að reyna að skilja hvað en ég mjög ánægð með hvað þægilegt að sitja í þessum bíl. Nota allan tíma til að taka símtöl eða svara skilaboðum eða hugsa hvað þú ætlar að segja næst. Núna ég aftur að reyna að finna út hvernig ég halla svona aðeins aftur. Já, svo má ég gera það hérna líka. Þetta alveg frábært. Það mjög gott að hryggurinn sé svona beinn þegar maður hugleiðir. Þessi bíl dregur rúmlega 500 km. Og það í reynd þó það sé kalt. Það svona sirka í reynd, já. Það skiptir ótrúlega miklu máli því að það ekki alveg komin kannski nægilega sterk eða öflug innviða uppbygging. Spurningin eins og þú segir ef að þú þarft að fara vestur á firði eða norður á land. Að þú getur farið á skilvirkum tíma eða þarf að bíða lengi við hleðslu af því að innviðirnir ekki búin að ná nútímanum. Núna forsetar sennilega mjög vantvelátið fólk. Má það missa úr þennan hálftíma sem það tekur að hlaðan? Það þarf að minnstakosti þá að skipuleggja það. Ég myndi gefa þessum bíl bara 9,5. Mér finnst bara öll upplifunin alveg frábær. Ég skal segja þér hvernig hann þyrfti að fá 10. Okay. Mér vantar að fá felliborð hérna aftan til þess að geta... Já, þú vilt fá svona flugvélaborð? Ég vil bara fá flugvélaborð. En ég mjög hrifin af bara hann fallegur, hann þægilegur. Hann mjög smart hérna innan. Smart, hlutlausa innan. Ef þú verður kosin, heldur þú myndir íhuga að ráða mig sem sérlegan ökumann forseta? Já, þetta góð spurning því að ég gerir nú ráð fyrir það að sé jafnvel bílstjóri og ég er ekki líkleg til þess að fara að láta hann efast sitt atvinnuöryggi. BIT ekki búið að vera lengi á íslenska markaðnum og komið fyrir einhverju rúmu ári síðan eða svo. Þeir bjóða upp á BIT Tang og BIT Atto. Þessi BIT Han kostar einhverja 9.990.000 krónur. Það ekki mikill peningur fyrir bíl sem með 516 hestöfl og fer frá 0 upp í 100 á 3,9 sekúndum. Uppgefin drægni þessa bíls einhvers staðar á milli 521 km til 662 km. Fyrir mitt leyti að þá hafa þessar tölur eiginlega bara staðist nokkuð vel þessa daga sem ég hef haft bílinn.
Þessi bíll er með mjög áhugavert myndavélkerfi. Hann er með svona svokallað dashcam eða svona umferðarmyndavél sem er gott að hafa ef maður lendir í einhverju vesen í umferðinni. En svo getur maður líka tekið af sér selfies eða selfie-vídeó á meðan maður er að keyra. Það vill oft loða við þessa kínversku bíla þegar þeir eru komin á íslenska markaðinn að þeim fylgja alls konar fordómar út af því að hann er kínverskur. Eins og það sé einhver dauðadómur að keyra á kínverskum bíl. Við skulum hafa það í huga að ef að þú, áhorfandi góður, átt iPhone eða iPad eða MacBook Pro, að þá eru það allt Apple-vörur sem eru framleiddar í Kína. Mögulega áttu 1, 2 eða jafnvel 10 flíkur inn í skáphjáður sem eru frá H&M, sem er að miklu leyti framleitt í Kína líka. Mín sýn er að við eigum að geta byggt draum okkar af því að við erum nú í bílnum sem heitir það. Ég væri sko mjög líkleg til þess, ég verð að játa þessa synd, að biðja bílstjórann að koma við einhvern tíðan á leiðinni á Bæjarins bestu.